Ok. Bara yndislegt að sjá ykkur öll og ég búin að tára svo mikið yfir þessum lögum og svo ofsalega falleg sálmarnir núna. Og ég ætla að vona að ég komist í gegnum þessu orð og þetta eiginlega svona hugvekja. Ég kalli þetta hugvekju vegna þess að þetta vakti mér svona til umhugsana það sem ég var að spá í og skoða í orði Guðs og fleira. En eins og ég segi, ég vona að ég komist klakklaust í gegnum þetta. En það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum. Slysið sem varð í Reynisfjöru núna síðla sumars. Sorglaust slys, þar sem 9 ára gömul stúlka lést þar í öldugangi og útsogi. Ég var að lesa vitnisburð hjóna frá Eistlandi sem voru stödd þarna ásamt börnunum sínum og vina fjölskyldu, en fyrir utan þau voru það bil 200 manns staddir þarna á þessum sama stað. Viðvörunin var þarna, sögðu hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framan skiltið, svo við sáum það ekki fyrstu, afsakið. Það voru 2 úr þeirra 8 manna hópi sem ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. Við nú við. Jóhann minn, og eitthvað vitleysa hérna. Jóhann. Nei, ég áttaði mig á þessu. Ok. En sem sagt, viðvörunin var þarna, sagði hjónin, en við tókum ekki öll eftir henni. Hópur fólk stóð fyrir framan skiltið þegar þau komið þarna að og voru að lesa á skiltið, en sem sagt, þau ákveða að bíða eftir því að komast að skiltinu og kynna sér aðstæður. Hinir drifis út í fjöru því að það á að fara að flæða að. Og það er náttúrulega einhvern veginn mest spennandi að sjá hvernig vatnið buslast þarna upp eða sjórinn. En eftir að hafa lesið hætturnar sem leynast í öldunum, tók eiginmaðurinn að sér að vara samferðamenn sína við hættunni. Þau voru ekki búin að vera lengi þarna þegar slysið átti sér stað og þau heyra hrópið. Gerið það, bjargið systur minni. Eiginmaðurinn hringdi samstundis á neyðarlínuna en hann stoppaði ekki þar, heldur gekk á milli samferðamenna eða ferðamannana til að vara þá við hættunni. Og það voru svo margir þarna sem tóku ekki eftir því sem hafði gerst þarna og heyrðu ekkert í ópum fjölskylduna fyrir vindinum og ölduganginum. Þeir áttuðu sig ekki á því að eitthvað hræðilegt hafði gerst. Héldu þeir bara áfram að taka myndir og skoða sig um. Á meðan þetta allt átti sér stað var litla stúlkan að kastast í öldunum og berjast fyrir lífi sínu. Við getum öll gert okkur í hugalind hvernig foreldrar barnsins og systirinnar hafi líðið. Við þurfum engin orð yfir þetta, annað en það að við vitum það að þetta hefur verið vítiskvalir. Pabbinn reyndi að komast út í öldurnar til hennar, en það var ill mögulegt vegna þess hversu sterkar öldurnar voru orðnar á þessu tímabili. Að lokum hvarf hún sjónum þeirra og eftir stóðu þau lömuð af sorg og vanmætti. Hjónin frá Eistlandi voru aðeins búin að kynna sér ströndin á netinu áður en þau fóru á staðinn. Þegar þau sáu viðvörunarskilti í fjörunni, flettu þau fjörunni upp í Google og þar sáu þau að hún væri hættulegasta strönd á Íslandi. En þau hafði ekki hugmynd það þegar þau lögðu á stað. Það var ekkert sem gaf í kynna þegar þau komið þangað að þetta væri hættulegasta strönd á landinu. En af hverju ég að segja ykkur frá þessu hér? Jú, þegar ég var að lesa þessa frásögn, þá hugsaði ég okkar andlegu baráttu. Allt þetta fólk var bara að njóta og skemmta sér. En þau gerðu sér enga megin grein fyrir því að þau varu stödd á hættusvæði. Við getum litið á heiminn sem við erum stödd í sem hættusvæði
Óvinnu Guðs og manna ríki hér yfir og öldurótið víða stór hættulegt. Viðvörunarskiltin liggja víða, jafnvel inn á heimilum fólks, en fólk virðist ekki gefa því neitt gaum. Guð Faðir gaf okkur heila bók, Biblíuna, til að vara okkur við andlegum hættum þessa heims. En fáir leggja við hlustir og taka eftir því, eins og eiginmaðurinn sem ég sagði ykkur frá. Hann sagði, fólk les ekki skilti. Fólk sá gula viðvörunarljósið, en það áttaði sig samt ekki á hættunni. Það sama á við andlega séð. Fólk les ekki viðvörunarorð Guðs í dag. Fólk les ekki Biblíunni í dag. Ósjaldan heyrir maður að Biblían sé gömul og úreld bók. Munu öldurnar í þessari fjöru einhver tíman hætta að vera hættulegar? Nei, svarið við því nei. Á sama hátt mun þessi heimur sem við búum í halda áfram að vera hættusvæði. Því Satan heldur áfram að blinda fólk og draga það frá viðvörunarorðum Guðs. Við sem höfum lesið orð Guðs, okkur ber að vara aðra við hættunni og vera viðvörunarljós fyrir aðra og láta það skína skært svo að samferðamenn okkar sjáu hætturnar sem eru allt í kringum okkur. Jesús sagði við lærisveina sína, og við finnum það í Matteusi, 5. kaplanum, vers 14-16. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannana að þeir sjáu góðverk í þar og vexa með föður í þar sem á himnum. Þegar við höfum meðtekið Jesú Krist inn í okkar líf, inn í hjarta okkar, þá höfum við hafnað því lífi sem við lifðum áður og byrjum nýtt líf með Jesú Kristi. Því að hann hinn eini sanni vegur, hinn eini sanni sannleikur og hið eina sanna líf. Og þannig eigum við að skína á meðal mannana, að ljós Jesú skínu út til allra sem við mætum. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, segir í Jóhannes 1. kaplanum og 4. versinu. Og lífið var ljós mannana, vinir. Fólk að veikjast og deyja allt í kringum okkur. Og sama hvort okkur líkar það betur eða verð, að það kalla Drottinn okkur til ábyrgðar, að segja öðrum frá þeim hættum og hættu svæði sem leynast í ólgusjó lífsins. Þannig talaði Guð sterklega til Esekiel og sagði við hann. Aftur eitthvað klikk. Jóhann. Hérna. Sko, þetta ótrúlegt. Það þarf ekki að birtast að þá bara ótrúlegt. Það kemur á tölvum. En ég var að segja að Drottinn hann kallar okkur til ábyrgðar, að fara út og segja öðrum frá Jesú. Og í Esekiel 33, 7-9, þetta rosalega sterk orð. En þar segir hann, þig mannsson, hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús til þess að þú varið þá við fyrir mína hönd. Þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlegi skalt deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans, þá skal að vísu hinn óguðlegi deyja fyrir misgjörð sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en hann lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað líf þitt.
Á sama háttvinir tala Drottinn til okkar. Hann hefur falið okkur öllum verkefni að vinna og af nógu að taka. Pétur tekur sterklega til orða þegar hann segir í eftirfarandi í fyrra Pétursbréfi og annar kaflinn og vers 9-10. En þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaði þér frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voru ekki líður nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutu miskuna hafi nú miskun hlotið. Og hugsið ykkur vinir, við erum kölluð til þess að fara út og segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Að kalla það yfir. Það ætti nefnilega ávallt að vera okkur gleðiefni að vitna fyrir öðrum Jesú Krist sem leitt okkur út úr myrkrinu inn í ljósið, inn í faðmans, inn í kærleika hans. Það ætti að vera okkur eðlislegt og kærkomið. Ekki megum við heldur vanrækja viðvörun á Drottinn sem eru víða í orði Guðs, þann boðskap þarf einnig að segja fólki frá. Rétt eins og hjónin frá Íslandi sem ég sagði ykkur frá hér áðan. Þau höfðu ferðast víða landið og séð margt fallegt. Sem hreif þau en svo komu þau á hættulegustu strönd landsins. Það var aðeins fyrir aðgátt þeirra að þau gáfu sér tíma til að lesa sig þessa strönd, að þau áttuðu sig á hinni raunverulega hættu og gátu varað aðra við. Pétur í 12. kaflanum í Rómverjabréfinu þá segir hann: því brýn ég ykkur systkin, og þarna ég að taka úr 2007 biblíunni, því brýn ég ykkur systkin að þið vegna miskuna Guðs bjóði fram sjálfu ykkur að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn. Það sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur breytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Við eigum ekki að vera eins og heimurinn. Eins og heimurinn enda það ekki hægt ef Drottinn hefur snert okkur. Það fyrir enginn, sá sem kemur til Krist, það fyrir enginn eins og sama manneski aftur tilbaka. Ef við höfum orðið fyrir snertingu Jesú Krist. En það ekki hægt ef Drottinn hefur snert okkur, þá getum við í raun ekki verið eins og heimurinn eða hafa okkur eins og heimurinn. Jú, vissulega verðum við ekki fullkomin 1-10, en Guð tiftar okkur og agar. Nei, Drottinn þráir að opinbera fyrir okkur hið góða, fagra og hið fullkomna sem Guð í öllum sínum kærleika. Páll hvetur okkur jafnframt til að vera stöðug í bæninni. Vakið og biðjið með þakkagjörð. Umgangist þá vitulega sem fyrir utan eru og noti hverja stund. Mál ykkar sé ætíð ljúflegt en salti kryddað, til þess að þið viti hvernig þið eigi að svara hverju manni. Hefur þú einhvern tímann orðið þreytt eða þreyttur á að biðja fyrir einhverju eða einhverjum? Páll segir að við eigum að helga okkur bæninni og vera vakandi í bæninni. Þraut segja okkar þar að vera vakandi í bæninni og halda áfram að biðja sama hvað Og við höfum oft upplifað hér að við erum að biðja kannski fyrir sama málefni eða sama fólkinu aftur og aftur og aftur, þangað til, allt í einu. En þrautséðan okkar tjáning trúar okkur á að Guð svari bænum okkur. Hann mun svara. En trúin ætti ekki að fjara út eða deyja ef svörin koma hægt. Því töfin gæti verið leið Guðs til að framfylgja vilja sínum í lífi okkar. Vilji Guðs í okkar lífi. Þegar þú ert þreytt
eða þreyttur á að biðja, þá skaltu vita að Guð er nálægur. Alltaf að hlusta, alltaf að svara. Kannski ekki á þann hátt sem þú hafði vonað, en á þann hátt sem hann veit að er bestur. Páll hvetur okkur einnig til að vera skynsum í samskiptum okkar við utanaðkomandi sem eru ekki kristnir og nýta okkur sem best tækifæri til að boða þeim fagnaðarerindum hjálpræði Jesú. Drottinn hefur treyst okkur fyrir boðskap sínum að fara út á meðal fólksins og deila því orði sem hann hefur lagt í hendurnar á okkur. Hér eru salt jarðar, sagði Matteus í 5. kaflanum. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og tróða undir fótum. Við erum krydd jarðarvinir. Við erum saltið sem fólk vantar í sinn andlega mat. Ef við gætum okkar ekki og sækjum ekki daglega í nærveru Drottins okkar með lestri og bæn, þá verðum við bragðlaus og til einskis nýtt. Sagt var frá því í fréttu nú í nýliðinni viku, þegar hópur erlendra ferðamanna réðst á landverð á strönd á tælensku eyjunni Phuket. Ástæðan? Jú, vegna þess að landvörður var aðeins að vinna vinnuna sína og varaði ferðamennina við miklum öldugangi við ströndina. Á ströndinni blikkaði rautt viðvörunarljós sem merkir það að það er óheimilt að synda við ströndina sökum öldugangs. En ferðamennirnir virtu viðvörunarljósið að vettugi. Landvörður á svæðinu varaði því ferðamennina við þá hættunni sem að þeim steðja vegna öldugangsins. En ferðamennirnir brugðust illa við. Og svo illa og þeir urðu reiðir, hrækt á landvörðin og réðust á hann og gengi skrokk á hann. Og það er til myndband af þessu öllu saman. En á sama háttvinir hafa lærisveinar Drottins orðið oft á tíðum fyrir aðkasti og ofbeldi aðeins fyrir það eitt að flytja mönnum viðvörunarboðskap Drottins og stundum þarf það ekki einu sinni til heldur það eitt að vera kristinn einstaklingur. Ég rakst á aðsenda grein sem sér að Þórhallur Heimisson sem býr í Svíþjóð og er prestur og rithöfundur sendi inn á eitt dagblaði hér á landi. Greinin var skrifið í fyrra eða árið 2024. Mér langar að deila henni hér með ykkur af því mér fannst hún ótrúlega merkileg. En hann segir að kristi fólk sé ofsótt víða heim en fái litla samúð. Baráttu hópar sem vanalega taka upp hanskan fyrir lítilmagnan, horfi framhjá þessu og barnalegir fjölmiðlamenn taki undir háðsglósur öfgamanna. Í greininni vísa Þórhallur í bók John L. Allen sem kallast hið hnattræna stríð gegn kristninni eða The Global War on Christians á frummálinu. Samkvæmt henni beinast 80% allra trúarbragða ofsókna heimsins gegn kristnum minnihlutahópum. Kristnir eru opinberlega ofsóttir í 139 löndum. Tugþúsundir kristina falli í ofsóknum á hverju ári víða veröld. 100.000 er í fangelsi vegna trúar sinnar. Margar kirkjudeildir þar sem áður stóð vagga kristninnar verða fyrir beinum ofsóknum og hreinsunum. Hugsið ykkur. Þar á meðal megi nefna kirkjudeildir í bæði Sýrlandi og Írak. Hann heldur áfram og segir: með ofbeldi er reynt að hrekja hina kristnu á brott frá heimahögum sínum. Ef fram fer sem horfir, verður kristnum útrýmt á þessum svæðum. Þeir þurfa því í bráðri hjálp að halda
bráður í hjálp að halda þar sem þeir eru og það strax, segir Þórhallur. Þá sæti kristnir einnig ofsóknum víða í Asíu og miðbik Afríku. Þórhallur segir sterk öfl reyna að mála mynd af einhvers konar trúarstyrjöld á milli múslima og kristina. Það sé hins vegar afbökun á hinni raunverulegu stöðu. Aðeins brota múslimun taki þátt í þessum ofsóknum. Mestar ofsóknirnar séu stundaðar af hindúum í norðurhluta Indlands og þá hefur kommúnistastjórnin í Norður-Kóreu látið myrða 300.000 kristna einstaklinga. Hugsið ykkur, eitt Ísland. Fjórðungur þeirra sem eftir lifir þar séu látnir dúsa í fangabúðum. Baráttu hópar á Vesturlöndum sem venjulega hafa sig frammi þegar taka þars upp hanskan fyrir lítilmagnan víðum heim láta sig ofsóknirnar litlu skipta. Og margir kirkjuleiðtogar þegja þunnu hljóði. Leið og tali besta kristninni og ofsóttum kristni minnihluta hópum eins og margir sjáu fyrir sér heimsvalda stefnu 19. aldar, krossferðirnar og nýlendu veldin og kirkjur þeirra. Menn vilja ekki kannast við að kirkjan í dag eða kristnir einstaklingar geti verið kúaður og ofsóttur minnihluta hópur. Margar af þessum kirkjudeildum eigi sér djúpa rætur í viðkomandi löndum, svo sem í Indlandi, þar sem kirkja hefur verið starfrækt síðan á 1. öld. Barnalegir fjölmiðlamenn á Vesturlöndum átta sig ekki á þessu og taka undir háðsglósur öfgamanna, en þora ekki að gera grín að þeim. Hvenær kemur til dæmis ramata hlátur RÚV? Spyr hann. Og svo svarar hann líka og segir líklega seint. Ekki það ég óski eftir slíku, en það er greinilega auðveldar að sparka í þá sem enginn tekur upp hanskan fyrir. Til að skilja þar ofsóknir sem kristnir minnihlutahópar verða fyrir þurfi fólk að horfa fram hjá millistéttinni og hinum velmegandi sem sæki kirkjur á sunnudögum í Róm og í Reykjavík. Við verðum líka hætta að líta á þetta fólk sem fulltrúa einhverja trúarbragða. Við verðum að sjá það eins og það er. Ofsóttur, minnihlutahópur í útrýmingarhættu, segir hann að lokum. Og hér lýkur þessum pistli. En Þórhallur talar að í 139 löndum séu ofsóknir viðhafðar gegn Kristum. Svo ég fletti því upp hvað sjálfstæð ríki heims væri mörg í dag og niðurstaðan að þau eru 196. Þannig að það eru því aðeins 57 lönd sem fólk fær að því virðist enn að stunda sína kristnu trú. 57 lönd af 196 löndum. Og við erum í forréttindahópi, vinir. Við þökkum fyrir að geta komið saman á hvíldardögum og lofa Guð. En ég að tala þetta líka, ég var að tala að við eigum að segja frá, halda áfram að segja frá, þrátt fyrir allt. Þetta staðreynd fyrir marga einstaklinga þarna út í heimi. Það eru svo ofsóknir sem við þekkjum ekki, allavega ekki ennþá. En við skiljum vill enn betur orðin sem Jesús sagði við lærisveina sína og myndi þá á, en eftirfarandi orð finnum við í Jóhannes í 15. kaplanum, vers 18-21. En Jesús sagði, ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér af heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður, þjónn ekki meiri en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar.
En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekki til afsökunar synd sinni. Þannig er málið, við eigum öll að fara út og við þurfum ekki öll að standa í predikunarstól eða eitthvað staðar út á torgi eða eitthvað. Við höfum nefnilega fjölskyldi í kringum okkur, öll. Við höfum öll fjölskyldi í kringum okkur sem að við getum verið að tala Jesú, biðja fyrir þeim, segja þeim frá og þannig koll að kolli. Við erum stödd vinir á óvinasvæði. Mannhafið og ölduróti sem getur risið upp gegn þeim sem fylgja Kristi er raunverulegt. Baráttan sem hinn kristnu systkin okkar víðum heim heia er raunverulegt. Þetta eru trúsyskin okkar sem berjast fyrir lífi sínu í ölduróti mannhafsins. Á sama tíma, jafnvel meðan þau reyna að koma boðskap drottins út. Virðist sem enginn taki eftir eða vilji heyra né sjá. Litla stúlkan sem ég sagði ykkur frá í upphafi var kveikjan á þessum orðum mínum því hún fór ekki úr huga mér. Ég sá hana fyrir mér, berjast í þessu mikla og stórhættulega ölduróti, að reyna að berjast fyrir lífi sínu og systir hennar sem kallaði á hjálp, en enginn virtist heyra í henni. Fyrir utan 2 manneskjur sem gerðu sig grein fyrir hættunni og aðstæðum og reynda að vekja athygli fólks á því hættusvæði sem það var statt á. Flestir héldu áfram að gera það sem það var að gera. Þannig virðist heimurinn vera gagnvart kristnum. Hann heyrir ekki eða vill ekki heyri í boðberum drottins. Hann sér ekki eða vill ekki sjá hvernig farið með kristna menn víða heim. Páll postuli sem var það reglulega fyrir barðinu og ofsóknum tekur undir orð Jesú þegar hann segir í 2. Tímóteusbréfi 3. kaflanum og vers 13, 12-13. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, en vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villur ráfandi sjálfir. Páll hér að segja að fólk sem hlýðir Guði og lifir fyrir Krist mun verða fyrir aðkasti og ofsóknum. Við eigum ekki að verða hissa þegar fólk misskilur okkur, gagnrýnir okkur og jafnvel reynir að særa okkur og meiða aðeins fyrir það hvað þú trúir á og hvernig þú lifir. En ekki gefast upp. Haltu áfram að lifa eins og þú veist og þú ættir að gera. Guð er sá eini sem þú þarft að þóknast, engin annar, aðeins Guð. Bara það að vilja fylgja Jesú og orðum hans er nóg til að kveikja bál innra með sumu einstaklingum sem við mætum í þessu lífi. Ekki búast við að falskennarar og illt fólk siðbæti sig og geri breytingar á eigin spýtur. Ef þeir eru einir og sér munu þeir versna. Baráttan á milli góðs og hins illa hefur verið raunveruleg alveg frá fyrstu tíð eftir syndafallið og þessari baráttu mun ekki ljúka fyrr en Kristur kemur. Við þurfum því að vera vakandi og berjast fyrir sannleikanum þegar við erum kvödd út á vígvöllin. Ekki ef við verðum kvödd út, heldur þegar við verðum kvödd út. Og vissulega eru margir að gangi gegnum ýmislegt og við erum alltaf að berjast í þessu lífi á einhvern handamáta. Sumir að takast bara hreinlega við veikindi, aðrir eitthvað annað starra. En það lesa ekki margir Biblíun í dag. Hún er stimpluð sem gamaldags hugsunarháttur og þetta er ég búin að heyra oft í þessari viku, síðslinni viku. Gamaldags hugsunarháttur. Ekki orð að marka í þessari gömlu bók sem aðeins menn skrifuðu
og því mörgum sinnum búið að breyta henni. Þetta segir fólk sem andsnúið orði Guðs, en Páll postuli minnir okkur á og sagði: Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það, af því að það dæmist andlega. Við trúum því að orð Guðs sé sannleikur frá upphafi til enda, að Guð sem skapaði himinn og jörð og allt þar á milli á aðeins 6 dögum vinnir. Ekki á 6 milljón árum eins og ég hef líka heyrt, meira þess að kristna einstaklinga komna úr guðfræðinámi hér á Íslandi tala En á 6 dögum trúum við því að Guð hafi skapað himinn og jörð og hann skapar okkar. Við trúum því þá að hann hlýtur að vera fullfær að varðveita sitt orð í gegnum allt, allar aldir, allt, í gegnum þetta allt saman. Guð Guð almáttugur og ef hann getur skapað allt og okkur allt og hann vakir yfir okkur, varðveitir okkur og setur okkur undir vængi sína eins og vorum að syngjum á það, þegar við leitum hans, hann getur varðveitt orðið sitt. Það menn án anda Guðs sem kveikja bálhið innra með fólki og fara fram með miklu offossi. Páll minnur okkur einnig á í Hebreabréfinu 13. kaflanum og 8. versi að Jesús hefur ekkert breyst og hann segir: Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst. Hann verður alltaf svo sami. Pétur talar til okkar í orði Guðs og biður okkur að varpa allri áhyggju á hann. Við þurfum ekkert að óttast. Við getum haldið áfram að tala til fólks, boða orðið hans. Varpið allri áhyggjur á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáðvinir og vakið. Óvinur ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Standi gegn honum stöðug í trúnni og viti að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans mátturinn aldir alda. Amen. En mér langar að sýna ykkur þessa mynd sem ég var með þarna undir. Þarna segir ég stolt af því að vera kristin. Þarna ljónið, þetta öskrandi ljón sem vill gleypa jafnvel þá sem eru útvaldir. Og þarna barátta hjá fólki sem að berjast, kristnir einstaklingar sem að berjast út í heimi bara fyrir það að fá að vera kristnir. Loka orðin finnum við í Hebreabréfinu en þar segir Páll postuli eftirfarandi: Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskins af því hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur, sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Það nákvæmlega þetta vinni sem við þurfum að gera, alltaf á hverjum einasta degi, að beina sjónum okkar til Jesú Krist, horfa á hann og muna að þegar ráðist á okkur, þá ráðist á hann. Mér langar að ljúka með bæn og biðja ykkur að vera með mér. Kæri himneski Faðir, elskulegi Faðir, við þökkum þér fyrir orðið þitt. Við þökkum þér fyrir nærveru þína í lífi okkar og við þökkum þér fyrir blessanirnar og við þökkum þér fyrir að enn höfum við tækifæri til þess að koma saman í kirkju, leita þín og dvelja saman, eiga samfélag saman og lyfta þér upp, Drottinn.
Ennþá getum við gert það. En tímarnir eiga eftir að breytast. Elskulegi Faðir, mér langar að biðja fyrir trúsyskinum okkar, hvar sem þau í heiminum, sem að berjast fyrir því einu að fá að tilheyra þér. Berjast fyrir tilveru rétti sínum, Drottinn. Drottinn minn, ég biðjum að umvefja einn og sérhvern sem þarna úti í baráttu. Svo biðjum að umvefja kristna kirkju, þessar í 57 löndum sem enn hafa tækifæri til þess að lofa þig, tilbiðja þig og fá að bera út orðið þitt. Drottinn minn, notaðu okkur þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Í Jesú blessa nafni bið ég og þakka. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.